þá ætla ég bara að hefjast handa. Við erum svona rosalega fá, en ég ætla samt að fá að segja ykkur aðeins frá snjallræði og spjalla það. Ég ætla líka að stilla klukkuna mína svo ég fari ekki yfir tímann svo til að létta þér lífið. Sko, ég heiti sem sagt Oddur og þótt ég sé fyrst og fremst komin hingað til að tala snjallræði þá ætla ég kannski að byrja á að segja ykkur aðeins frá mér til að gefa ykkur smá samhengi af því af hverju ég tók þetta verkefni að mér. Og ég búinn að vera að vinna í nýsköpunarumhverfinu síðastliðin 10 ár og hann hefur átt hug minn allan og ég hef hjálpað hátt í 100 fyrirtækjum að komast áfram og vinna í hugmyndunum sínum. Ég byrjaði fyrst eftir háskóla sem verkefnastjóri hjá KLAK, þannig ég þekki það starf mjög vel. Og KLAK einmitt mjög gott dæmi hvað stuðningsumhverfi nýsköpunar hefur dafnað vel á síðastliðnum áratugum frá því að það var bara ekki neitt í það að við höfum einingar á borði KLAK, Auðnu Tæknitorg, FabLab, við erum með svo líka 5 starfandi vísisjóði og svona, en á undanförnum áratugum þá höfum við samt alltaf verið að reyna að efla nýsköpunarumhverfið og höfum mikið leitað til Bandaríkjanna af fyrirmyndum af því hvað við eigum að vera að gera og vinna í sem ágætis byrjunarstaður. En það hefur haft þau áhrif að líkt og þar rosalega mikil áhersla á peningahliðinni í nýsköpun. Við vinnum út frá því að reyna að búa til nýsköpunarverkefni sem passa vel fyrir fjárfestingarstefnur vísisjóða, sem ágætt. En það verður þó að taka fram að peningar eru ekki upphaf og endir sköpunar, heldur eru eitthvað sem auðveldar okkur að skapa. Þess vegna varð snjallræði fyrst til fyrir 6 árum síðan núna út frá Höfða friðarsetri til þess að búa til vettvang þar sem hugmyndir og nýsköpunarverkefni sem féllu ekki beint að þessum fjárfestingarstefnum hefðu pláss til þess að dafna og stækka. Og við höfum staðið fyrir þessu verkefni núna í 5 ár og erum að fara að halda aftur í 7. sinn núna í haust. Við erum einmitt nýbúin að opna fyrir umsóknir og umsóknarfrestur til 9. ágúst. Þannig að ef þið vitið einhver sem hefði gaman að því að taka þátt, þá mæli ég með því. Í dag þetta samstarfsverkefni HÍ, HA, HR, MIT og svo það dyggilega styrkt og hefur alltaf verið af Reykjavíkurborg sem hefur stutt okkur með ýmsu móti og Marel. Í grunninn þetta verkefni sett upp mjög líkt öðrum hröðlum, þar að segja að það ákveðin tími, 16 vikur í þessu tilfelli, þar sem við tökum inn 10 teymi eða alltaf 10 teymum og í samstarfi við MIT DesignX eyðum þessum 16 vikum í að beita hönnunarhugsun til þess að vinna meira í hugmyndina að verkefninu. Það líka annað áhersluatriði í snjallræði sem gera það aðeins öðruvísi heldur en mörg önnur svona stuðningsverkefni að við höfum áttað okkur á því að oft á tíðum talað hugmyndavinnuna líkt og það sé einhvern veginn svona the easy part sko. Þú færð bara góða hugmynd og svo þarftu bara eitthvað að fá endurskoðanda og lögfræðing og bara afstað með það. En við áttum okkur á því að bestu verkefnin þurfa oft meiri stuðning í hugmyndavinnunni og þar af leiðandi aðaláherslan í snjallræði þar og það getur líka nýst bæði fyrirtækjum sem algjörlega á byrjunarstigi en líka þeim sem komin af stað en vilja hjálp við að móta konseptið betur og komast þannig á næsta stig. Inn á milli sem að MIT DesignX kemur inn og með svona námskeið þá erum við líka með mentorastuðning þar sem teymin hitta mentora og hvort annað og vinna í hópum til þess að fleyta hugmyndinum sinna áfram og það klárast síðan allt á svona kynningadegi, loka fögnuð sem verður haldið í ár núna í 13. desember í Ráðhúsinu í Tjarnarsalnum. Og þá líka mikil eftirfylgni með teymunum. Þannig að það svona í grunninn þannig sem snjallræði byggt upp.
En ef ég geti svona sagt ykkur kannski aðeins nánar frá því af hverju okkur finnst þetta skipta máli og af hverju háskólarnir til dæmis standa í þessu saman. Og þetta eitt af, skulum bara vera alveg hreinskilin með það, mjög fáum verkefnum sem allir þessi 3 háskólar standa að og eru bara mjög ánægðir með allir, sko. En það einmitt út af því að, eða bara til að gefa ykkur dæmisögu, að það svona, ég man alltaf skýrt eftir því, út af því að ég búinn að vera svo lengi í þessu og hef til dæmis setið í stjórn samtaka sprotafyrirtækja og fleiri, og það sem umræðan alltaf skattaívilnanir eða styrki eða svona fleira þess háttar sem við getum gert til að styðja við nýsköpun. Og svo var gerð mjög ítarleg rannsókn þar sem frumkvöðlar voru spurðir að því af hverju valdir þú að stofna þitt fyrirtæki hér, þar sem þú gerðir. Og skattaívilnanir voru ekki einu sinni í topp 100 svörunum. Og sko meira segja sko fjármagnar kostir og styrkir sem töluvert meira relevant fyrir fólk á byrjunarstigi var ekki í topp 20. Og sko ég held að enginn myndi giska á hvað topp svarið væri, en það var bara maki minn býr hérna. Það var bara svo einfalt. Þau voru ekki búin að plana þetta eitthvað, já ef ég stofna fyrirtækið mitt hér og þá geti verið eitthvað svona mörg prósent eftir svona mörg ár í endurgreiðslu á rannsóknir og þróunarkostnað, sem allt gott og blessað. Og ég ekki að reyna að tala þannig að það gerði niður. En þetta snýst svolítið það að ég held að við eigum þetta til að gleyma því að fólk velur að skapa eitthvað á stað eins og til dæmis Reykjavíkurborg af því að þeim finnst gott að vera þarna og búa þarna. Og það snýst ekki bara fjárfestingarkosti, það bara snýst eitthvað miklu meira og eitthvað sem illmælanlegra en það. Þannig að við höfum svolítið tekið að okkur að vera verkefni sem heldur utan þessi félög sem passa kannski ekki endilega við þessar svona auðmælanlega kvarða sem fjölda einkaleyfisumsókna eða fjárfestingar upphæði í krónum talið eða fjöldi starfsmanna, heldur þau sem hafa einhver áhrif á okkar nærsamfélag. Sum þeirra eru rekin í hagnaðarskyni, önnur ekki, en aðalatriði sé bara megin fókusinn sé á að hafa mikil samfélagsleg áhrif. Þannig að við háskólanum lítum á það sem svona okkar hlutverk með þessa áherslu á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að styðja við slíkar hugmyndir og slík verkefni þar sem við getum. Snjallræði haldið meðal annars líka í samstarfi við Vísindagarða HÍ og sjálft verkefnið haldið þar, námskeiðin fara fram þar og við einmitt liður í því að reyna að skapa þetta þekkingarsamfélag í Vatnsmýrinni sem hefur einmitt verið margumrætt í dag. Og ég vil líka taka það fram að í gegnum þetta ferli þá ná þáttakendur að mynda tengsl við miklu víðara net og það samstarf sem á sér stað milli hópana líka ekki síst eitthvað af verðmætustu hlutunum við það að taka þátt í snjallræði. Og næst á eftir mér eru Memplay að fara að koma upp og segja frá sínu verkefni, en þau tóku einmitt þátt í snjallræði núna í fyrra. En það sem að fólki stundum ekki alveg ljóst hvað maður á við þegar maður talar samfélagslega nýsköpun, að það mjög gott dæmi, en annað bara mjög gott dæmi nýsköpun til dæmis bara þetta, bara það sem við stöndum núna. Innovation Week sem hefur núna verið haldið nokkrum sinnum og hefur klárlega haft mikil og jákvæð áhrif á nýsköpunarumhverfið á Íslandi, en sem einmitt ekki rekið fyrst og fremst í hagnaðarskyni. Fleiri dæmi sem hafa tekið þátt til dæmis liðið bragðlaukaþjálfun sem var til út frá rannsókn hjá næringafræðingi í HÍ, en það gengur út á að þróa aðferð til þess að hjálpa einhverfum börnum að læra að borða fjölbreyttari og þar af leiðandi líka heilbrigðari mat. Svo eru líka fleiri dæmi líkt og Sara ADHD-stelpan sem tók þátt í þar hitt í fyrra, sem einmitt gengur líka út á að búa til þjónustu til þess að auðvelda ungum konum sem með einhverfu að skilja það, og líka eins og fleiri verkefni sem snúa meðal annars að því að aðstoða innflytjendur að búa til sjálfbærari tæknilausnir
að mennta nýja kynslóð af frumkvöðlum og margt fleira í þeim dúr. Núna á föstudaginn, í lok dags, verður einmitt kynningarviðburður snjallræðis hér skammt frá á Hafnatorgi og ég hvet ykkur öll til að mæta. Þar verður umræða samfélagslega nýsköpun og tækifæri og áskorunir því tengdu. Við verðum með frumkvöðla og mentora og svo líka góðan fulltrúa frá Reykjavíkurborg sem muni taka þátt í umræðum þetta. Og svo vil ég bara aftur benda á það að það búið að opna fyrir umsóknir á snjallræði.is og það mun vera til 9. ágúst og bara hvet ykkur til að láta orðið byrjast. Nice. Einhverjar spurningar? Já. Kannski örstuð. Þið með spurningu? Nei. Það eru næstar á svið. Það næstar á svið. Já, það sem ég langar eftir, nú hefur svo mikla reynslu eftir að hafa verið í klak og með snjallræði og hefur verið inn í svona nýsköpunarumhverfinu mikið. Hérna eftir við síðustu árin. Þess að ég velti fyrir mér, hvernig sér þú tækifærin fyrir hið opinbera, hvað sem sé ríkið eða sveitarfélög að koma svona inn sterkara, því nú erum við að koma af hröðlum eins og snjallræði og ríkið og þess aftar og erum að koma ofta að hackathon og þess aftar. En síðan þetta alltaf spurningin þessa virðiskeiði, Já. Hvað sér þú svona tækifærin í að ríki og sveitarfélög stígi sterkar inn? Ég held að ég myndi svona flokka þetta gróflega í 3 parta og ef við afgreiðum bara fyrsta partinn sem kaup hins opinbera eða sveitarfélaga á nýsköpunarlausnum og þá svolítið verið, það verið að stíga þar sterkt inn til dæmis núna með ríkiskaup og Landspítalann og það áætlanir einmitt að reyna að nýta nýsköpunarlausnir í sínu starfi frekar. Það flott. En síðan líka bara opinber nýsköpun, innri nýsköpun, það að segja nýsköpun starfsfólks út af því að það einmitt eins og ég nefndi áðan, rosalega mikið af því sem við gerum og við gerum líka hjá HÍ að miða við þessar svona hefðbundnar vörður eða svona hefðbundna kvarða öllu frekar fyrirgeðu sem bara einhver svona töluleg gögn þar sem við getum bent á bara þetta fyrirtæki skapaði svona mikla tekjur eða svona mörg starfsmenn en það endurspeglar ekki raunverulega alla vinnuna sem að eiga sér stað og eitt sem við erum að leggja meira áherslu á núna til dæmis einmitt frumkvöðla hæfni og þannig að þáttaka í svona verkefni að öðlast meiri frumkvöðla hæfni það er markmiðið út af bara fyrir sig eins og hjá HÍ, við erum meðvituð það, við erum ekki bara að skapa frumkvöðla, við erum líka að skapa sérfræðinga sem munu vinna hjá þessum nýsköpunarfyrirtækjum og sami í raun og veru hvort sem þú vinnur hjá nýsköpunarfyrirtæki eða verður hjá hinu opinbera að þessi þekking og þessi skilningur rosalega mikilvægur. Þannig að það er það, en svo líka hitt sem svona þriðji kosturinn það að hið opinbera ber rosalega mikla ábyrgð á ýmsu sem að tengist uppbyggingu samfélagsins hér. En það líka bundið ákveðnum reglum og það bara svona, mér leiðist alltaf þessa klísju að hið opinbera sé eitthvað svona, seint og gengur hægt, en það þetta bara út af því að það þarf að uppfylla svo rosalega mörg skilyrði og þótt að fólk sé á fulla vinna að því að gera það, þá getur það tekið tíma og það ekki alltaf réttlætanlegt kannski að það standi í áhættasömu tilraunaverkefnum ef að á saman tíma að vera að skera niður annars staðar. Þannig að þá einmitt þar sem að maður getur búið til eitthvað tækifæri til þess að, út af því ég lít svo á að nýsköpun og besta leiðin til þess að horfa á nýsköpun, hvort sem það í atvinnulífinu eða hjá hinu opinbera, að þetta tilraunastofa. Út af því að fólk oft setur í samhengi á svona mörg nýsköpunarfyrirtæki feila og þar alveg bara, af hverju erum við yfir að styrkja þetta. En á tilraunastofu þá framkvæmur við 1000 rannsóknir á dag og af þeim bara 99,99% hafa engin áhrif og svo kemur 1 út og það verður bara geggjað. En maður þarf að búa til umhverfi þar sem það hægt að mistakast.